Velkomin. 2-0 sigur. Hvernig er það tilfinning að vera komin í bikarúrslit? Þetta bara frábær tilfinning. Þetta stærsti leikur sumarsins. Það eru forréttindi að fá að taka þátt í hennum. Ég búinn að fara í hann 2 ár og tapa í bæðiskiptin. Þannig að nú kemur dollan orðin. Þetta er rétt að þessi fyrirháleik IBF byrja mjög vel. Síðan náum við að setja inn mark og þá svona breyttist aðeins leikurinn í fyrirháleik. Já, við vorum, ég held að það sé sjónvarpið. Ég held að við erum bara svona með titrandi hné þegar við erum í sjónvarpinu og við vorum rosalega lengi í gang í 3. leikinn í sjónvarpinu hérna í röð. En já, IBF mjög sterkir, hrikalega sterkir í fyrstu mínúturnar og ætluðu aldrei að setja mark á okkur strax. Fá það í bakkið hérna fyrir mistökin hjá markmannum hjá þeim og við setjum 1 og þá er eins og sko trúin komi og við lítum ekki tilbaka til það. Og þessi seinnáleika þá svona, já, voru reyndu yfirmenn eins mikið en við vorum samt alltaf svona, fannst mér alltaf vera með smá tök á leiknum. Já, þetta eru náttúrulega bara forréttindi að fá að vera innan um þennan hóp. Það er svo mikill karakter í þessum hóp og að það er mjög erfitt að útskýra það. Við höfum trú á verkefninu alveg fram þangað til að dómarinn flautar til leiksloka og þetta er aldrei búið eins og hérna fyrir norðan. Við eigum alltaf möguleika alveg saman hvernig staðan er og það er ótrúlega mikill karakter í þessu liði og eins og þetta eru forréttindi að vera innan þessar stráka. Og hvernig segja hann, já, einhverju óskamótarir bikarúrslitunum nokkuð? Sko, ég er búinn að hamra á því núna í 2,5 til 3 mánuði. Ég væri búinn að skrifa sko handritið af þessari bikarkeppni og ég er búinn að hamra á því og handritið er ennþá við líði og handritið er þannig að við fáum KR í bikarúrslitaleik. KR verður Íslandsmeistari og ef ég fer ekki með rangt mála þá reiknast mér til að þá erum við í Evrópukeppni bikar næsta sumar. Handritið er þannig og það verður þannig og það mun fara þannig. Og sama hvernig leikurinn fer í bikarúrslitum þá erum við í Evrópukeppni. Takk hérlega fyrir, vel ámyggjum. 2-0 sigur, sæti í bikarúrslitum. Hvernig er svona tilfinningin? Tilfinningin er ólýsanlega góð. Maður á ekki orðið yfir þetta sko. Þetta er frábært með stúkuna tróð fulla og 12-13-1400 manns hérna. Það gerist ekki betra þetta eins og í sögu. Þið spiluðu leikinu eins og þið voru búin að plana fyrirfram? Já, í rauninu. Við beittum skyndisóknum og lágum frekar aftarlega sem gekk í rauninu fullkólu upp og settum 1 í fyrri og 1 í seinni sem að í rauninu skópina sigur og það sem við ætlum komast í úrslitin og sigur þann leik síðan. Og fyrstu leik heldur betur skilu sér í dag? Já, við erum ekkert rosalega á í loftinu. Sveinn Elías Jónsson hérna minnsti maður allan setta með skallabólta þannig að gerist ekki betra. Og hvernig líst þér á framhaldið, bikarúrslit og fleira? Þetta er bara ólýsanlegt. Gunni er eini sem er búinn að spila úrslitaleikina á okkur og við erum frekar óreynt lið og þetta verður bara snillt, hlakka mikið til. Takk fyrir og til hamingju.